Velferðartorg sko svona bara staður þar sem við erum að auka aðgengi starfsmanna að þjónustu. Við erum svolítið að taka utan um starfsfólkið okkar. Það sem við erum að bjóða upp á, það bæði sá stuðningur sem við þekkjum í dag, sem stuðnings- og ráðgjafateymi. Það eru starfsmannahjúkrunarfræðingar og starfsmannasjúkraþjálfarar. Við erum að bæta í þjónustu líka og við hefum gert samning við Líf og Sál sálfræðistofu þar sem við bjóðum upp á viðtöl við sálfræðinga. Þarna erum við að auka þjónustuna við starfsfólkið. Við erum búin að vera í erfiðum tíma, það er búin að vera mikið að gera, við erum að koma út úr COVID. Við sjáum það bara og heyrum að starfsfólki líður mismunandi. Við þurfum að auka stuðning við starfsfólkið okkar og það er raunverulega það sem við erum að gera. Og þarna munum við bjóða upp á ýmsa þjónustu. Þjónustu sem spítalinn er þá búin að greiða fyrirfram og starfsfólki getur nýtt sér mismunandi þjónustu. Við byrjum bara smátt, við byrjum með sálfræðiþjónustu og við byrjum líka með markþjálfun fyrir stjórnendur. Við höfum auðvitað verið að gera þetta í ákveðnu marki en þarna erum við svolítið aðeins að stíga fastar á bensíngjöfina og auka svona framboðið af þessu. Velferðartorgið verður aðgengilegt inn á innri vefnum okkar. Og undir flipanum starfsmaðurinn mun þar standa velferðartorg þar sem að starfsfólk sér sjálft að bóka sína tíma við sinn sérfræðing. Og þar hefur það valmöguleika á þessari þjónustu sem í boði en getur líka lesið til þá sérfræðingar sem eru þar og bóka sinn tíma. Og þetta fullkominn trúnaðar þarna á milli. Þú velur þína þjónustu og þá aðila sem þú vilt hitta. Þetta gerist allt án okkar vitneskju. Starfsfólk sér alfarið sjálft að bóka þessi viðtöl og verður í sambandi við sinn sérfræðing og nýtir sér meðal annars rafræn skilríki til að sækja þessa þjónustu. Starfsfólki mun ekki þurfa að borga fyrir þessa þjónustu sérstaklega. Það verða 3 tímar í boði annars vegar frá sálfræðingum og markþjálfum fyrir stjórnendur og sú þjónusta sem hefur verið í boði hérna innan og hingað til verður að kostnaðarlausu að sjálfsögðu. Við í mannismálum viljum leggja mikla áherslu á vellíðan hjá okkar fólki og viljum bjóða okkar starfsfólki upp á aukinn stuðning hvað varðar heilsu þeirra. Og við teljum að velferðartorgið sé einn liður í því. Við vonumst til þess að fólk nýti sér þetta og nýti sér þetta sko fyrr en seinna. Við erum að reyna að hugsa þetta líka sem forvörn, þannig að fólk hefur og líður illa eins og þá að leiti snemma til sálfræðings og ræði sín mál. Þannig að þetta forvörn, auðvitað sjáum við líka að fólk getur verið komið á slæman stað, komið í kulnun eða eitthvað slíkt og þá auðvitað þessi þjónusta í boði líka. Þannig að þetta svona bara heilt yfir að auka stuðning og reyna að halda betur um fólkið okkar.